Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og verður velkomin í þátt númer 92 af þessu hlaðvarpi. Í dag datt mér í hug að tala eitthvað sem ég var nýverið að ræða við nemanda minn eða kannski léttar sagt að ræða við nemanda minn. Bæði tvennt jafn rétt en eitt hljómar flóknara en hitt. En það viðfangsefni sem barst í tal þegar við vorum að ræða það sem þessi nemandi hafði verið að gera. Sem fól í sér að gera eins og margir gera sem að fara að læra hlut sem þarf að leggja á minnið og leggja þannig á minnið að þú þarft að geta vitað hvað þetta þýðir eða vitað svarið við þessari spurningu strax og spurningin kemur upp. Það til dæmis mjög algengt fyrir lækna að nota þessa tækni. Því það rosa mikilvægt að læknar geti fundið upp á réttu svari strax, allavega fyrir þá lækna sem eru að vinna neyðarstörf. En þar fyrir utan þurfa læknar líka bara að hafa rétt fyrir sér, því það hefur miklar afleiðingar þegar þeir hafa rangt fyrir sér. En annar hlutur sem felur í sér að vita rétta hlutin strax að tala tungumál. Að vita hvaða orð skal segja hvenær til þess að maður nái að skila réttum texta frá sér. Réttum orðum, réttri meiningu og stundum réttri beygingu. Þannig að tæknin sem þessi nemandi að beita að búa til flashcards og ég búinn að gera þátt flashcards sem nokkuð gamall. Það langt síðan ég talaði þetta. Þannig þið getið leitað þann þátt uppi ef þið viljið fá frekari upplýsingar það. En við þyrftum að ræða sérstaklega eitthvað sem nokkuð erfitt viðfangsefni. Af því það fer svo mikið eftir einstaklingnum og markmiðum einstaklingsins. Og það eitthvað sem ég ætla að þýða illa á íslensku og heitir þá árangursviðmið sem aðeins of veikt orðað á íslensku. Allavega miðað við enska orðið sem miklu beinskeyttara. Og það success criteria. Það að segja þau atriði sem þurfa að vera til staðar til þess að þú getur sagt að eitthvað hafi verið árangursríkt eða einmitt ekki. Kerfi eins og flashcard virka þannig að það einum megin vísbending eða einhver hlutur sem kveikir upp þörfina á einhvers konar svari. Það geti verið spurning, það geti verið orð á öðru máli, það getur verið mynd, það getur verið hvað sem Þetta kerfi rosa sniðugt að þetta hægt að gera næstum til hvað sem út úr þessu. En hinum megin svar. Og eins og hvernig flestir hugsa svona flashcards að ef þú manst svarið þá tókst þér að ná árangri með þetta flashcard.
Og ef þú náðir ekki að koma með svarið, þá tókst þér það ekki. Það er sem sagt mjög einfalt. Það er annarkvort já eða nei. En svo kemur að því að þetta flækist mögulega ef svarið er flókið. Því þá þarft þú fyrir þig að ákveða hvað telst vera árangur. Því segjum til dæmis að við séum með íslenska sögn. Það er að segja sagnorð á íslensku. Og svarið við spurningunni er að geta beygt sögnina í nútíð. Svarið við þeirri spurningu eru 6 atriði. Við erum með eintölu og fleirtölu fyrir hvert orð og við erum með 3 persónur. 2 × 3 er 6. Þannig svarið við þessari spurningu eru 6 mismunandi orð. Ef þú værir með þetta á einhvers konar flashcard, hvenær tekst þér að ná árangri með spilið? Með flashcardið. Ég er komið með ógeð af því að segja flashcard. Ástæðan fyrir því að ég geri það er vegna þess að það er ekki til nógu skýrt hugtak fyrir þetta á íslensku sem að hefur nógu þrönga merkingu til að þýða akkurat þetta lærdómstól. En ég ætla þá bara að gera eins og lögfræðingar gera í svona privacy policies og segja bara að héðan í frá ætla ég að tala flashcard sem minniskort. Því þetta er kort sem er búið til annarkvort í raunheimum á pappír eða kartóni eða stafrænt í tölvutæku formi og er einhvers konar lítið blað sem er merkt báðu megin. Einu megin með spurningu og hinu megin með svari. Þannig já, aftur að dæminu. Það er 1 spurning og það eru 6 orð í svarinu. Þarft þú að ná öllum 6 orðum rétt til þess að ná árangri. Því það er nokkuð erfitt, allavega talsvert erfiðara heldur en mörg önnur kort sem þú getur búið til sem væri bara með einfaldri spurningu og einföldu stöku svari. Þér væri að fara að ganga mjög vel með það kort sem er einfalt og talsvert verr með flókna kortið því þú hefur 6 möguleika til þess að gera vitleysu. Þér geti mistekist á einu af þessum orðum og þá ekki náð árangri með kortið. Og þú setur þá kortið í þann bunka sem er með þeim kortum sem þér hefur mistekist að ná árangri með þennan daginn. Og svo segjum við að þegar þú kemur aftur að þessu korti, að þá þarftu að svara þessari einföldu spurningu með 6 orðum og aftur nærðu bara 5 af 6 en kannski ekki endilega sömu 5 orðum. Það sem þú hefur klúðrað síðast náðiru að gera núna. Þú myndir það sem þú hefur gert mistök með áður en núna gleymdiru einhverju öðru. Og þá þarf þetta aftur að fara í misheppnaða bunkan og þú þarft aftur að rifja það upp þegar það kemur að því að þú farir aftur í afneitaða bunkan sem er líklega einmitt daginn eftir. En það er ef þú ákveður að þú þurfir að ná endilega öllum orðunum. Þú gætir sett þér það mark
þú getur sett þér það árangurs viðmið að þú náir allavega 5 af 6 orðum og ef þér tekst það, þá getur spilið farið lengra, farið í næsta flokk með þeim orðum sem þér tókst að muna þann daginn eða það skiptið. En þetta býður hættunni heim að mögulega myndu ekki muna allt fullkomlega. Þú ferð að hleypa villum í gegn síuna þína. Því einhvern veginn svona minniskortakerfi sía á það hvað þú ert farin að muna og kunna miðað við það sem þú kannt eða manst ekki. Þá eru forsendur kerfisins mögulega brostnar. Ég held allavega að persónulega fyrir mig þá myndi þetta kerfi ekki ganga. Þetta væri bæði of erfitt kort til að eiga til staðar að ég þurfi að muna allar 6 beygingarmyndir þessa orðs til þess að kortið fái að fara áfram á næsta stig og þetta væri of lélegt kerfi og óáreiðanlegt kerfi fyrir mig ef ég myndi lækka þessa standarda. En hérna það sem svo skemmtilegt við það að búa þér til þín eigin tól til þess að passa þér. Og af hverju þetta viðfangsefni sem heitir árangurs viðmið til. Því það sem árangur og árangur ekki endilega það sama. Það fer eftir þeim sem að stunda hvaðeina, hvað telst vera árangur og hvað ekki. Það undir þeim komið. Þetta sem sagt huglægt mat, frekar en hlutlægt mat. Það ekki allt í heiminum sem hægt að flokka svona. Þú getur ekki beint komið með þá skoðun að 2 + 2 séu 5. Það væri vitlaus staðreynd. En þú getur metið það fyrir þig að markmið þessa kerfis að vera með þessi minniskort sé ekki til þess að passa nákvæmlega upp á það að þú sért að læra betur það sem þú kannt ekki heldur en það sem þú kannt. Þú getur litið á þetta kerfi til þess að minna þig á það að þú sért að læra málið. Þú getur notað þér þetta kerfi til þess að sýna þér aftur og aftur hvað rétta svarið Kannski það gott fyrir þig að þú fáir að mistakast aftur og aftur á þessu allt og flókna svari, því þá ertu allavega að lesa í gegnum það á hverjum degi og láta það skipta þig máli, að þú fáir að sjá þetta og að þú munir á endanum læra þetta. Þetta fer eftir persónu. Hver og einn ákveður fyrir sig hvað passar sér. Í mínu tilfelli hefði ég örugglega búið til 6 mismunandi spjöld fyrir þetta. Þannig, já, ég væri vissulega að fara í gegnum miklu fleiri spjöld en þá veit ég allavega að ég kann það nákvæmlega sem ég kann og ekki bara sirka eða næstum því. Þannig myndi ég nýta mér svona kerfi. En það þarf ekki að gilda fyrir alla. Á endanum markmið svona kerfa að fólk nái að stunda það sem það vill stunda,
að ná að gera það betur og að læra af því. Þú getur þá hagað því hvað þú gerir og hvernig þitt kerfi virkar að því hvað eru þín árangursviðmið. Við þurfum alls ekkert að vera sammála hvað er best fyrir þig. Ég get klárlega komið með dæmi af hverju eitt geti verið betra en annað, en þarna sagði ég einmitt líka gæti. Því það er ekkert endilega víst að það sé það, því það fer eftir þér og þínum árangursviðmiðum. Ég er svo gott sem komin að loka punktunum mínum og er farin að tala í hringi. Þannig efnislega er ég hættur að segja nokkuð af gagni. Þannig ég held að ég sleppi því að hafa þetta mikið lengra. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta. Og þangað til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's going to be within the Linktree link that you're going to see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.